segja svona að þá komið að þátt 7. Þáttur 7, það er alveg mikið. Já, þetta er líka bara búið að sjúklega fljótt að líða. Ekkert smá. Allt í einu bara komnir, þetta er bara 7. þáttur. Það er galið. Mér finnst þess að við vorum að byrja. Án gríns. Finnst þér ekki eins og smá að fólk sé óvist hvenær þættirnir eru að koma út? Jú. Bara taka fyrir fram að þeir koma alltaf á 3. og 5. Alltaf 2 viku. Og svo erum við að fara að byrja með aukaefni líka, þannig að hver veit að það verður meira. Já, það verður þá bara í vídeoformi, en ekki hljóðformi fyrir þá sem að hlusta. Já, en það verður bara alls konar svona YouTube challenge sem þið sjá, YouTube er að gera basically random shit. Já, bara alls konar random shit. Og þið með endilega koma með hugmyndir inn á Instagramið okkar á einhverju skemmtilegu challenge sem þið væri til að sjá okkur gera. 100%, við erum komið nokkra hugmyndir en við þykjum allar hugmyndir. Líka bara gaman að heyra hvað fólki langar að sjá. Nákvæmlega. Og langar að vita og þannig. Við erum komin hérna með tebolla, eins og alltaf. Já. Ég ætla að fá mér eitt sopa. Mjög spennt fyrir þessum tebolla, sko. Já, þetta er alltaf bara svona precious moment. Já, svo notalegt. Setjast niður, fá sér te. Þetta er very good. Ok. En til þess að byrja hérna, núna eru málin svolítið að breytast í landinu enn og aftur. Já, samkomubann nummer 2. Við vorum að fá það tilkynningu. Já. Þegar við tókum þetta upp. Að samkomubann nummer 2 er á leiðinni. Það er helviti leiðilegt. Það er það. En það þarf að gera sem það þarf að gera. Já, við höfum náttúrulega farið í gegnum þetta áður og getum alveg gert það aftur. Já, við komum úr því sterk og við komum þessu bara sterkari. Nákvæmlega. En á sama tíma að þá bara hvetjum við alla til þess að nýta sér þá þjónustur eins og til dæmis sem er á netinu og þannig. Og þar til dæmis að mynda heimasíðu hjá Laugarspa-línunni organicskincare.is. Já, mælum mikið með að nýta sér það núna, sérstaklega. þar sem að við erum ekki að vera að fara mikið út úr húsi. Nei, við erum ekki mikið að fara í búðir eða, þú veist, en... Það er náttúrulega loka líka í vörklass þar sem búðin er. Já, nákvæmlega. Þannig að, já, þá mælum við með að nota heimasíðuna. Nota heimasíðuna, það er að fá heimsend, það er að fá næsta pósthús og já, eins og þú varst að segja, núna er náttúrulega lokað, þannig að ekki hægt að sækja eins og er. Í búðið. En það tekur enga stund að fá þetta sendt heim, kostar ekki mikið. Kostar ekki mikið pening. Og þetta er alveg þess virði og þótt við sem bara frá hanga heim og ekki hitta fólk, þá er samt gott að halda húðrútíninu sinni góðri. Já, það er mikilvægasta. Núna er tíminn til þess að koma húðin aftur á réttan stað. Á réttan stað. Og bara trýta sig, ef maður er að fara að hanga heima, skilur, þá á maður að gera hluti eins og að trýta sig. Nákvæmlega. Og trýta heimili sitt og eitthvað. Setja þessi möddmaska og rakamaskan og... svo næs. Skrúbbin, ólífuskrúbbin og cozy. Við getum farið yfir þetta allt saman. Já, en hérna... Ég er búin að vera að horfa á þættina á Netflix The Home Edit. Ertu búin að horfa á? Nei, ég hef ekki séð það. Með eitthvað hárana. Með hár upp mér. Nei, ég er búin að vera að horfa það. Já, ég sé eitthvað þetta. En ég hef ekki hort á það. Nei, ok, þetta er þess að 2 konur sem stofnuðu fyrirtæki og þær bara lífið er að snýst það að skipuleggja heimili. Og þær eru, þú veist, núna erum við þætt á Netflix og þær eru svona að fara heim til alls konar fólk svo eru að skipuleggja kannski eldhúsið eða... Já, eru það ekki að fara til frekar frægs fólks líka? Jú, frægt fólk og bara blanda líka bara, þú veist, Everyday Joe, skilur. Já, nákvæmlega. Þannig að í hverjum þætti faraði til eitthvað bara svona Everyday Joe og svo kannski hjá okkur frægum. Og vorum þetta í þættinum sem ég var að horfa á hjá Chloe og eitthvað. En þeir skipuleggja allt með svona glærum kössum. Já. Og ég er bara in desperate need af glæra. Nei, sér maður það ekki svona drasli? Nei, sko, þegar það skipuleggja drasli svo vel. Þetta er svo fallegt, sko. Ég er ekki grínast, það bara ef ykkur er að hlusta eða horfa og veit hverja fæ svona glæra skipulags, svona eins og þær eru að nota, bara please let me know, sko. Ég er ekki grínast, annars er ég bara að panta þetta af Home Depot eða eitthvað. Já. Það sem þetta er selt í Bandaríkjunum. Já, ég sé svona krukkur sem það er að nota eða ekki. Það er ekki mikið að sortera svona eldurstótt í krukkum, svona glæran krukkum. Er það ekki að gera það? Allan ekki þættunum sem ég er búin að horfa. Okay. En ég held að það er sérlega, jú, þú veist, þær eru bara huge fan of glært. En við erum að tala þú veist, þær eru að skipuleggja bílskurinn hjá Chloe. Og þú veist, það var bara allt svo ógeðslega fallega brotið saman í þessa kassa og bara svona, þetta var svo satisfying, sko. Okay. Ég veit ekki svona hvað ég myndi skipuleggja, menn bara skipuleggja eitthvað. Menn bara setja eitthvað í glæra kassa og call it a day. Ég get ekki myndað mér að sé fallið að hafa eitthvað í glærum kassum, sko. Ok, ég ætla að sýna þér eftir. Ég lofa að þú þurfir bara, wow. Það er allt svona color-coded. Þetta er æði. Þú veist ekki þarna? Nei. Okay, ég sé bara fyrir mér svo mikið af svona mismunandi litum út allt og...
Já, nei. Ég vill ekki sjá drasl, ég vill bara hafa allt inn í lokuðum kössum og skápum. Já, ég skil hvað meinar, en ég lofa, þetta lítur vel út. Okay. Ég lofa, þú ert eftir að sjá það. En þáttur sem ætlum að taka upp í dag, hann er svolítið öðruvísi. Hann er alveg frekar öðruvísi. Og þetta er ekki þáttur sem við hefum eftir að taka upp oft. Nei. Bara, en okkur dætt í hug, 7. þáttur, margir sem eru búin að hlusta á alla þættina og bara tímabært kannski að kynna sig aðeins betur. Við erum bara að fá ógeðslega mikið spurningum í Instagram okkur og ógeðslega mikið feedback, þannig að okkur langar aðeins og svona leyfa ykkur að kynnast okkur og já, og bara fyrir framhaldi að þið vitir svona basically hvað eru að hlusta á og já, bara svona aðeins meira okkur. Nákvæmlega. Ég held að það sé alveg, þú veist, alveg kósi að vita alveg aðeins meira þann sem maður að hlusta á eða þá kannski bara tengi með betur eða kannski ekki. Algjörlega. Og við ákveðum að ætlum að hafa þennan þátt svona Q&A eins og við hafa segja á góðri ensku. Já. Questions and answers. Við settum inn spurningaböks á Instagram. Já, við gerum það. Ef að fara beint í það. Það er sko spurninga, þegar við viljum líka vera með svona best friend tag, svona smá leik. Já. En það er spurning, hvort viltu byrja á? Spurningum að byrja bara á hinu á Instagram til þess að til þess að við séum ekki að svara, þú veist, þá getur valið aðra spurningar á eftir úr taginu. Ok, sniðugt. Við ætlum að nota síman okkar. Við erum ekki að gera neitt annað í símanum en að gera þetta. Lofum. Erum við ekki, ertu búin að setja á Do Not Disturb? Já. Ok, flott. Æðislegt. Ég ætla þá, svo var eitt sem við ræddum á leiðinni. Við erum ekkert búin að skoða þessar spurningar. Nei. Ekkert mikið. Rétt svo kannski kíkt. Já. En en við ætlum að hafa reglu, við ætlum að svara öllum. Við ætlum að svara hverja eins spurningu. Sko, hefði fólk kannski vitað það er kannski sendið aðeins meira. En það er bara fínt. Já. Við ætlum að svara öllu, en við ætlum að vera með svolítið svona smá taktík. Sem á ég útskýra það. Þú mátt útskýra. Ok. Við ætlum að vera með smá taktík sem er þannig, ef það kemur upp spurning og þið veit alveg hvernig þetta stundum við fólk að senda inn eitthvað spurningar og og maður svona, hvað heldur ég svo að svara þessu? Eitthvað sem er kannski smá óviðandi eitthvað svona sem enginn þarf að veita. Nei, ég þarf ekki að vita þig, þú þarfst ekki að vita mig, eða bara svona, aðskiljið, þú veist, you get the point. Bara ef það kemur einhver spurning sem er bara ógeðslega úttakt. Við ætlum allan að lesa allar spurningarnar sem að fólk hefur verið að senda inn, en við ætlum að, ef það er spurning sem við viljum ekki svara, þá ætlum við að segja bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, fucking bravo, í rauninni ættu að segja það, en við erum að vitna fyrir þá sem horfa á Real Housewives of Beverly Hills þá í 9. seríu, 10. seríu þá segir Denise Richards þetta þegar það kemur upp málefni sem hún vill ekki vera að tala um á kameru. Það er að því að kastið í Real Housewives of Beverly Hills má aldrei vitna í Bravo sem er sjónvarpsstöðin sem tekur þetta upp. Nákvæmlega. Þannig að hún heldur að ef hún segir þetta þá er bara að cut it út. Þá er bara að edit þetta út, þetta verður aldrei sýnt. Já. Það var heldur betur ekki gert. Alls ekki. En það verður svona vítóið okkar. Já. Fyrir þá sem voru frendskilju. Þannig við tökum bravo, bravo, bravo og horfum í alla myndaðalina. Já, bravo, bravo, bravo. Fyrir þá sem voru á YouTube, þá eftir að líti myndalina og horfa og segja bara bravo. En ok. Þá bara byrjum við neðst á listanum af því sem er komið inn. Ok, maður sjá. Opnum þetta. Ok, fyrsta spurning. Ok. Hvað eru þið gamlar? Þetta er góð spurning. Við erum jafngamlar. Við erum fættar árið 1996. Það er 24 ára. Við erum 24 ára. Við erum gamlar, sko. Shit. Við erum gamlar. Ég man þegar ég var bara svona 18 og ég var bara, wow! Og nú er ég bara 24. Einmitt. Við sko, það var kortið síðan ég var 18 ára. Í sver. Fuck, sko. Við vorum 18 ára fyrir kortið. Ég man svo mikið þegar við tvær vorum líka bara 18 ára saman, bara wild. Bara 18 ára. Úlingar bara gamli. We're having fun. So much fun. Ef þú veist 18 þá er ég afbrýðisum. Ok, næsta spurning kemur þetta. Hafið þið látið gera einhverja fegruna aðgerðir eða fillers? Fegruna aðgerð fillers. Þannig að spurjum einhverja svona eins og varðfyllingar eða eitthvað. Já. Þetta er góð spurning. Og ég ætla ekki að brafa hana. Nei. Ok. Þetta er eitthvað sem var, þetta er svo, þetta fyndið að þetta skulle koma upp að því við vorum að taka upp þátt fegrunaraðgerðir með pattavinn okkar og einhvern veginn leiddi samtali aldrei út í það að því við höfum svo mikið að segja, vorum að tala um svo mikið við gleymdum að tala um
rauninni þetta. Já, en við samt gerðum það áður en við byrjum að taka upp. Það ég held að Við það vorum alveg vandamál bara, okkar. Já. Já, ég held að þessi vandamál okkar er að ég er alltaf að passa Sunna að tala í mækinn. Fyrir það fyrir að horfa á að draga mækinn að henni. En að því að, þú veist, Patti kom hingað og við vorum aðeins lengi að spjalla og fórum aðeins að tala um þetta. Þá er eins og við glimtum að það hef ekki verið í rekk í rauninni. Nákvæmlega. En stuttasvari já, ég hef látið setja í varirnar á mér. Já, við höfum báðar gert það. Við höfum farið saman og gert það saman. Tvisvar saman, já. En það er alveg sjúklega langt síðan. Það er alveg sjúklega, ég held að sé komin voru ekki að tala þetta, voru hvað, tæp 3 ár? Hjá þér, já. Já. Og 2 ár hjá mér, eða eitthvað. Alveg að koma 2 ár hjá mér, held ég. Já. Ég hef alveg farið nokkru sinnum, hvað einu sinni, þú veist, að því að eins og voru ræddum þetta í þættunum, þá er þetta svona, þú veist, fyrst setur þetta í mann því að ég fekk mig fyrst, ég sá enga munn. Nei, mann samt svo vel eftir því að fórst fyrst. Já, bara. Já, en þú mannst, það sástu munn? Það sást það ekki. Mér finnst þín að vera svo ókslega náttúrulega líka. Já. Það eru svo flottar. Já, þína líka. Já, takk. En þú veist, allan ég manni fór fyrst og þá sá maður basically enga munn. Að mér fannst ég alveg, sko, fyrst ég fór, já, bara, en maður ígera líka, bara svona með svipnum. Já, maður gerir það og svo setur maður bara meiri lipplænir og eitthvað. Já, einmitt. En ég fór fyrst á Íslandi, svo fór ég út í Englandi. Manstu við því? Já. Þá sá ég miklu meiri munn, en þá líka því að, þú veist, þá var þetta í annað skipti. Svo í 3. skipti með þér. Já. Þá fengum við okkur mesta magn sem við fengi í einu. Oh my god, já. Í rauninni, þannig að, þú veist, við höfum alltaf fengið okkur bara Við erum að tala um alveg frekar langt tímabil. Já, þetta er mjög langt tímabil, þetta er ekki alltaf gerast í einu. Nei. En þarna í fyrst skipti þegar við fórum saman, þá fengum okkur bara 2 sprautur og við höfum ekki gert það áður. Nei, það var eiginlega bara forsað okkur í það samt. Ég bara baði ekki um þetta. Pínu, já. Sorry, ég segja það bara. Já, heyrðu. Ég fór að taka þetta úr, sko. Já, þú veist, algjörlega. Ég gerði það ekki. Passi bara, ef þið er íhuga þetta, passi hvert er að fara. Já, vandi vali vel að þetta er andlitað á okkur. Ég man þegar vorum að keyra heim og manstu eftir þessu. Vorum að keyra heim til mín. Já, ég man eftir þessu. Og við erum búin að skemma okkur andlitið. Andlitið okkar er ónýtt. Þetta var hræðilegt, við vorum slillar í okkur. Ömulegar. Þetta vídeóur sem tókum á tölvuna. Já, sko ég á og líka sko að því ég var alltaf svo ég var svo marinn, þú verður ekki að marinn, ég er bara með þinnra blóð, ég veit ekki þykkra blóð eða þinnra blóð. Já, þú fær mikið að marblettum, ég var meira bólgin. Já, þú verður miklu meira bólgin og ég var bara, það var bara svo, mér var dauða, það var bara svartan, bara ógeð. En sko, við vorum búin að fara áður en þetta var og þetta var, ég hef aldrei séð annað eins, sko. Nei. Bara, það var eins og var bara búið kíla okkur í andlitið, sko. Já, og það var alveg nokkra dagar, sko. Já. Ég man alveg, við byggðum alveg 3 dagar, svo eftir 3 dagar fórum við fyrst skipta eitthvað aðeins út. Alltaf settum okkur varlit og make-up gett mikið og við vorum bara eitthvað svona, okkur fannst við vera labbandi eins og endur. Við vorum bara að sjá þetta allir. Við fórum allir út úr húsi, sko. Við vorum bara með trefla líka bara yfir vörunum og fjölda fyrir fjölskyldunni og þetta algjör vitleysa. En já, þannig stuttasvarið. Já, við fengið okkur fyllis. Ég held að, það var bara, það ekki bara svarið. Það er bara ekkert leyndarmál, sko. Ég held að bara allir vitið það sérstaklega líka með mig, sko. Þannig að þú veist, ég skil líka ekki af hverju þetta þarf að vera eitthvað leyndarmál, af hverju fólk fela það. En skil líka ef fólk vil ekki tala um það, bara ekki tala um það, skilur. Bara, þú veist, you do you, skilur. Þetta er bara, mér fannst það bara svona pínu, þegar þátturinn var komin út, þá vorum við bara fuck. Já, nei, sko, bara leið og hægt að taka upp, ég var bara, við glemdum þess að því að þú veist, okkur fannst pínu svolítið svona hypocritical, en við veitum ekki tala um það. Þú veist, erum við eitthvað að spyrja patt út í hans skilur, en þetta var bara að því að samræðan var búin að vera, eiga sér stað, þá kom hún ekki náttúrulega upp. Já, einmitt. Og það, en við nú erum allavega búin að taka það fyrir. 100%. Svo er næsta spurning, mælir Birta með Boston? Já, ég ger það. Hefur þú farið til Boston? Ég var líka í Boston, ég farið. Þegar ég var að fljúga. Já, þú varst að fljúga, þá fórstu. Ég elska Boston. Já, ég elska Boston. Það er geðveikt að vera þar, það er ógeðslega góð matur, það er gaman að versla þar, það er bara, þetta er sjúklega skemmtileg borg. Ég mæli 100% með. Ég myndi segja að það sé það. Það er kannski líka að spyrja þig, skilur, myndirðu mæla með það fyrir skóla þar, skilur. Já. Þú varst náttúrulega í skóla þar. Já, ég var í skóla þar. Já, veist, ég hef alltaf sagt bara fyrir mig, ég mæli alltaf með að fara út í nám, hvað sem að segja Boston eða England eða hvað sem það er. Nákvæmlega. En
fyrir mig var það bara upplifun sem ég hefði aldrei viljað sleppa að þetta var bara þetta bara gerði námið mitt aðeins öðruvísi bara, þetta kemur út úr þínum bara þægind ramma sem ég finnst alltaf þessi verðið að pröfa algjörlega og svo ert alltaf bara, þú ert alltaf bara flugfari heim, burtu frá heima einmitt og ef þú ert ekki að fíla þetta, ég veit alveg nokkuð sem að fara út í námu og eru bara ekki að fíla og fara bara heim fæn, en ertu samt ekki alltaf svona smá stoltur að hafa pröfað það? Nákvæmlega, þú ert allavega að pröfa Já, þú veist, þú allan að reyndir og hann að ég mæli 100% með þannig að rugl dýrt að fara í námu Bandaríkjunum Já þannig að upp á það, þá myndi ég kannski frekar mæla með Englandi bara upp á það skilur, en 100% mæla með þessu allavega að fara út, ég held að það sé geggjað mér langar ógeðslega að gera fyrir minn master sko. Já það var tilbúið í útlöndum Já, þú kemur bara með er tilbúið að fara til Úglanda nei, en já, bara 100% ég mæli með þetta fyrir bara allt og Boston sjúkla næsborg Já bara fyrir allt saman sammála ok, þú maður taka næstu Heyrðu, hver uppáhalds Kardashian? Ok, þannig að vera ekki að taka Jenners inn í þetta nei, eða það ekki? hún spurði ekki Nei, hún gerði ekki Kardashian / Jenners herru, einmitt, þá bara tökum við þetta á orðinu Kardashian Vá, ég náttúrulega elska þær allar já og ég veit nákvæmlega hvað svar er en ég held ég segi Kourtney mér finnst hún fucking fyndin sko. og hún er fucking fyndin, en er hún uppáhalds? Hún er einu uppáhalds mín, já Ertu að fylgja mikið því sem hún er að gera á þannig? Já Með það? Ertu að lesa Pús og eitthvað? Nei, ég er ekki 100% fan náttúrulega, ég er ekki þú sko en ég fylgi henni og á TikTok og svona skilur okay. en Kim er alltaf bara the queen bee sko Já, ég er náttúrulega alltaf bara að fara að segja Kim sko Já Já, ég verð bara að segja Kim að því að þú veist hún er mín uppáhalds að því að ég fylgi mest því sem hún er að gera í lífinu versla mest vöru til dæmis af henni Já. Ég hef aldrei keypt mig Good American eða neitt þannig Nei, frá Kourtney Nei, Chloe minni Já, og ég les ekki mikið Pús þannig að hugum minn bloggi eða hvað, ég veit ekki Já, það er blogg síðan í Kourtney Ég les bara ekki bloggi yfir höfuð, ég hef aldrei gert það Nei, ég gerir rosa lítið að því sko þannig að hún virðist vera með geggja góða greinar og eitthvað en ég er bara einhvern veginn ekki þar Nei, ég skil það alveg Þannig að ég verð að segja Kim Já, ég held að ég haldi við Kourtney Mér finnst hún skemmtileg, skemmtilegt að horfa á hana og þú veist, ég var að horfa á einn þátt í gær að kýmna mér finnst hún bara svo fyndin Hún er ógeðslega fyndin Hún er bara svona bara persónuleikin, hann er eitthvað svo dull en samt svo fucking hilarious þannig að bara eitthvað svona segir eitthvað brandar er bara eitthvað svona með engin facial expression og maður er bara svona ha Já, ég held að hún sé svona mest líka svona relatable manneskjan einhvern veginn, hún er einhvern veginn Já, ég skil hvað meinar Fattar mig, ég náttúrulega er ekki all in eins og þú Nei, ég skil 100% En þetta er mín upplifun Já, algjörlega Næsta spurning Já Við hvað vinnið þið? Já Ok, á ég byrja? Já, byrja þú Ég vinn sem sagt á stafrænni auglýsingastofu sem heitir Kiwi Ég er bara þannig sé ég frekar nýlega að byrja að vinna eftir ég kom heim frá Boston Já, í apríl þá eða mæ eða eitthvað Já, apríl, mæ ég man ekki Já, í kringum það, kannski ég komið hálft ára eða eitthvað Shit, hvað tíminn líður Svakalega En já, þannig að ég er allan ég vinn þar og svo ger ég TV-vikunar sem er vikulegt Það er svona, myndi ég líka segja bara svona gig sem ég er með Já sem kemur út alla mánda á TV-vikunar Instagraminu Shoutout Shoutout on myself Það er svo skemmtilegt sko En já, ég myndi það, hvað er það að glemja ykkur? Nei, það er vinnan mín, já Og tebúði Já, tebúði Þetta er ekki vinna, en þetta er bara Þetta er samt partur af svona hobbyin, já Ég er náttúrulega bara í skóla Þú ert í skóla, hvað ert að læra? Ég er að læra viðskiptafræði Í hvaða skóla? Í HÍ Ég er á 3. ári núna, þannig að It's about to be over Já, hún er bara búið Stefni það allavega Já Og já, svo er ég bara fullt af verkefnum on the side Og svolítið með verkefni tengt samfélagsmiðlum og svona Já Ekki? Já Ég er ekki að vinna nefni almennilegri svona vinnu innan gæðslappa Nei, þú ert líka í skóla Út af því ég er í skóla, það er einn ástæðan Skiljanlega En hvenær ættur þá að útskrifast? Er það bara mæ? Já, Núna 2021 Ég held að þessi útskrift var það í júni Já, mæ-júni, já eitt geðveikt Very excited Super Herru, svo kemur næsta spurning
hvenar var fyrsti kossin ykkar? Manstu það? Já, ég man eftir því. Þetta er alveg svona krútleg spurning. Þetta er ógeðslega krútleg spurning. Fyrsti kossin minn... Ég, þú veist, mitt lítur að vera bara í leikskóla. Ef við erum að tala um Nei, svona... ég held að það sé svona fyrsti koss. Já, og svona koss. Já. Franskur koss. Ég held sko að ég með minnir að ég hef verið Fuck, ég man í ekki. sumari áður ég fór í 8. bekk. Já. Já, ég held að það sé þannig. Já, ég er nokkuð svona. Ég held að ég hef verið frekar svona late bloomer, sko. Það? Já, allar vinkonum mína voru búin að vera sleik, sko. Það? Ég gæti reynt að ljúga okkur, ég held ég bara muna það ekki. Er það ekki glata? Getur ekki muna neitt bara frá að þú varst í grunnskóla? Hvernig manstu ekki? Ég man ekki. Þetta var í kringum 7. eða 7. bekk, ég veit það. Ég veit það, en ég man samt ekki ég man ekki eftir mómentinu. Þú var svona skvísan í... Þú varst líka að skvísa. Ég var ekki skvísa. Ég víst svona. Ég var ekki skvísa á þessum aldri sem allir voru að Ekki byrja heldur. eiga kærast á eitthvað. Nei, ok. Ég var alveg hræðileg. Ég var one of the boys bara. Ég var samt líka one of the boys. Áttu, hef alltaf átt ógeðslega mikið af strákavinum. Það mist strákar æði. Já. En ég man ekki... Ég man ekki eftir mómentinu sjálfu. Nei. Skilur, en ég veit alveg á hvað aldrei ég var. Já. Þetta var svona 7. 7. bekkur, myndi segja. Já. Já, fyrir úlingadeild. Ég man bara svo vel eftir þess að ég var bara loksins. Finally. Þetta var mjög ómerkilegt samt. Já, ég man ekki eftir mómentinu. Ég man eftir því, sko. Ég veit ekki okkur ég man aldrei neitt. Nei. En ég man þetta moment. Það er mjög skrítið. En það er bara því að það var bara svona, já, ok, svona loksins. Já, ok. Voru vinkonin að segja það. En mamma var hún bara, jæja, svona mín loks. Já, mamma er alveg classic í það. En já, ok, næsta spurning. Ok. Celebrity crush. Mér finnst það ógeðslega erfið spurning. Þetta er sjúklega erfið spurning. Ég hugsa bara ég er alveg, ég á kærasta á þetta, ég er gagnkynhneigð, en ég hugsa bara konur. Ég líka, eiginlega, af því að þú veist, af því að ég pæli miklu meira í útlitinu á kvenmönnum. Já. Mér finnst það bara svo sexy, skilur. Ég er að segja það. Flottar konur, fyrst sem datt í hug og bara Rihanna, ég veit ekki akkur. Aha. Já. Hún fyrst komið í hausinn á mér. Ég reyna að ákveða svona celebrity crush. Ég er ekki alveg viss, sko. Kim? Ég veist, fyrir utan það náttúrulega, en þú veist, ef ég ætti að reyna að hugsa um strák, Ok, já, ég veit ekki. þá dettur mér ekki eins og neitt í hug. Ég mun þurfa bara að segja bara Tom Hiddleston, sko, sem leikur Loki í Avengers og þú veist Thor myndunum, sko, af því að það er einu sem þetta er í hug sem kallmann. Já, það er alveg, þú veist, þetta er líka alveg... Þú ert með eitthvað, kottu með þetta? Nei, ég er að reyna að hugsa. Þú var ekki to pass, sko, þú var að koma að spurninga. To pass? Hvað því það? Þú passaði einu spurninga. Nei, ég passa ekki, ég sagði aldrei en ég man ekki eftir mómentinu. Það var alltaf bara hvenar. Já. En já, celebrity crush. Það var ekki hver og hvar. Nei, bravo. Celebrity crush, ég er að reyna svona, þú veist, sko, það var óslega lengi bara Bieber. Já, það? Já, þú veist, okay. En mér finnst það stundum núna ákveðum momentum. Ok, ég veist ekki að þú er hérna hots for Biebs. Já, ég varði það, sko, 100%. What? Það kemur óvart. En það? Já. En ég held að sé ekki, ég eitthvað neginn fyrst, já, ekki mikið undanfarið. Nei. Ég bara... Það hár. Er ég alltaf að borða hárið mitt? Já. Okay. En já, mér dettur enginn í hug eins og Nei. Okay. En svo getum við fara að tala með eitthvað og ég getur bara hann. Já. Skilur það bara, ég er blankó núna. Mér dettur ekki neitt í hug fyrir þig, sko. Nei, takk. Bara einu sem dettur í hug var svona að þú myndir kannski fíla Liam Hemsworth eða hvað hann. Já, þú veist, mér finnst hann ekki ómyndarlegur. Nei. Skulum ekki segja það. En já, ok. Þú veist, ég er ekki að reyna að passa þetta. Ég skal láta ekki vita leiðu þetta svar mitt. Þú farið smá tíma til að hugsa. Ok, takk. Ok, næsta spurning. Bara uppból söngkona, þú veist þess að kona. Þetta verður bara að vera Queen Bee. Já. Sorry, þetta... Hún er eiginlega bara... Nei, ég er enda alveg góður Ariana Grande fan, sko. Já, þú ert eins og þar. Já, ég elska Ariana Grande. Já. Þannig ég held að hún farið þar hjá mér. Þú veist, Queen Bee er alltaf bara classic, bara elskana. En ég tók alveg tímabil með Arianu, sko. Og bara að fara tónleikan hennar í fyrra var bara best sem ég veit, sko. Já. Þú, ég segi
Beyoncé? Þú segir Beyoncé, ég segi Ariana. Ok, fair enough. Svo kemur uppáhals kallkyns söngvari. Það verður að vera Kanye West hjá mér. Ég segi Drake. Veitir þú að segja Drake? Elskar Drake. En já, 100% Kanye hjá mér. Bara, Já. það er ekki að því hann sé giftur Kim, það er bara 100% tónlistar hans. Já, Meist hún geðveik. já. Hérna, já, ég myndi segja það. Næsta spurning, hvað voru þið gamlar þegar þið byrjuðu að lita á ykkur hárið? Ég var í 8. bekk. Ég man eftir þessu, ég mátti ekki lita hárið fyrir en eftir fermingu. Ok, ég fekk að lita fyrir. Ég fekk ekki að lita en ég fekk að setja strípur. Lucky. Já, og ég strípaði það bara allt ljóst. Nei, það? Já. Það er alveg ljósað. Eða svona, já, eiginlega. Þú veist, hárið mitt náttúrulega er svona, þú veist, einhvern veginn svona, en þetta er svona smá gilltónað, þannig að leið og það komið, þú veist, x margar ljósa strípur, þá var það eiginlega bara orðið ljóst. Já, meinar. Þannig, já, ég fekk svona loophole, skilur, það var sagt mig á móti stríparhárið. Þú bara basically álitað það með strípum. Já, basically. En þú veist, já, en það var náttúrulega miklu, var ekki álitað þá, en það er alveg fyrir hvertu, þú veist, í 8. bekk þau fermist. Er það máli? Já. Ok, það var ég miskil. Ég held alltaf maður sé 7. bekk. Já, þú ert komin í 8. bekk. Alveg rétt. Ok. Þá gerði ég það eftir, þá gerði ég það fyrir 9. bekk. Já, ok. Ég gerði það... Ég er að rugglast. Ég held maður Ég gerði það í 7. bekk, sko. Fyrir úlingadeild. Já, ég held ekki. Ég held þú sért komin í 8. bekk. Pælt samt ég fyrir það. Það er 10 ár síðan við fermdumst. Já, bara... Það er... Frábært. Fermdumst 2010. Eða 2020. Það er svoleiðis. Tíminn líður. Já. Ég var í 7. bekk. Já, ég var þá í 9. bekk. Bara fyrir 9. bekk. Sumar fyrir. Ég held ekki sumar, ég held níunda. bara í 9. bekk, já. En náttúrulega hárliturinn, hvernig er hann? Hann er bara svona músabrún. Já. Svona mjög svipað þínum. Aðeins stekkri aldrei það núna. Og hvernig litar hann þá? Kolsvart. Kolsvart. Ég fór sko bara í svart, rautt. Já. Ég fór bara í allt. Ég fór bara í bónus. Nei. Jú. Þegar mér litist, fór í bónus, valdi mér lit. Fórst heim að lita? Heima lita. Fuck. Gerði þetta í mörg ár. Oh my Pray god. for me, sko. Aldrei gera þetta. Aldrei. Nei, aldrei lita ykkur heima. Nei. Með einhverjum paklit. It ain't worth it. Ég hef aldrei... Það líka tók svo langa tíma að ná því úr, sko, þegar ég var að reyna að gera mig ljósara. Æ. Bara hárið mitt eyðilegast út af pakkalit. Já, við mælum ekki með. Nips. Hvenær er þið ammali? Ég ammali 7. ágúst. Og ég var ammali 3. mars. Það er nokkru mánuður á milli okkar. Já, þú ert eldri. Já. Næsta spurning er hérna... Þetta er góð spurning, en hvenær mistu þið sveindóminn ykkar? Ég hef aldrei mist hann. Sveindóminn. Já, meidóminn. Þú spurði við þessa spurningu, sorry, en ég hef aldrei mist sveindóminn minn. Hefur þú mist þinn? Nei, ég hef aldrei mist sveindóminn heldur. Þannig að þá erum við búin að svara þessa spurningu. Það er bara, já. Það er bara hann. Það er bara svo leys. Ok. Svo er spurt hérna, af hverju fór þið í námið sem þið hafið valið ykkur? Ok. Ég fór bara út af því að það var ekkert í boði á Íslandi. Mér langaði að fara út, en það var ekkert í boði að mér langaði að fara í ykkur markaðsfræði tengt. Þannig að eina sem var í boði á Íslandi var viðskiptafræði til þess að komast eitthvað nálægt því sem ég langaði að gera. Algjörlega. Þannig að ég er búin að þurfa að vera í ykkur mjög áhugalausu námi. Já, þú hefur ekki áhuga á viðskiptafræði sem sagt. Nei, búða lítinn. Nei. Ég hef áhuga á markaðsfræði hlutanum af viðskiptafræði, en ég er búin að komast það mjög smart, mjög skemmtilegt í viðskiptafræði. Frábært. Eins og fjármál og hvað hannig. Þannig að ok, gott. Það kom ekki allt leiðalegt út úr þessu. Nei, 100%. En hvað, þú fórst ekki, hérna, ég veit náttúrulega svörum við þessu, en ég er bara svona að reyna að gefa fólki aðeins meira kontekst. Fórstu strax eftir menntaskóla? Nei, ég tók ár. Í bara svona ákveða? Já. Ég ætlaði að byrja eftir ár og svo var bara svona ógeðslega mikið að gera hjá mér. Já. En ég byrjaði ykkur fjarnámi, en ég hætti svo í því. Alveg rétt, þú fórst í fjarnám. En það var eitthvað svona, það var bara allt að gerast, ég var bara komin í nýja vinnu og þannig ég bara hafði engan tíma. Já, mitt. Þannig að ekki bara ánum með þá ákvörðun. Jú, mjög. Og líka, þú veist, oft byrja maður fljótt eftir kannski menntaskóla og bara manta smá pásu. Nákvæmlega. Og þá, þú veist... Já, ég fór að ferðast og eitthvað, það var geggjað. Einmitt, þú fórst í þarna svona heimsreisu og geðvikt. Létta Indónesíureisu. Já, létta Indónesíureisu. Geggjað. Ég fór í, sem sagt, markaðsfræði, sko, hérna, frekar fyndi hvernig ég valdi mér námið að því að, sem sagt,
Gunni kærasti minn er 1 ára eldri en ég, þannig að hann augljóslega, hann útskrifaðist úr menntaskóla 1 ára eldri, 1 ára undan. Nákvæmlega. Og hann var gett eitthvað svona að pæla hvað hann ætti að fara að gera. Og var gett eitthvað svona að velta þessu fyrir sér fram og tilbaka. Og það var eitthvað sem hefði sagt okkur að það hægt að fara og taka svona áhugasviðs próf. Já, alveg rétt. Þú fórst í það. Já, og ég eitthvað svona, þú veist, ég vissi nokkra hluti sem var svona, ég var að bara svona velta fyrir mér, eins og afbrotafræði og eitthvað þannig. Það voru nokkra hlutir í svona haustum á mér eitthvað. Og eitthvað sagði mér frá þessu prófi og ég mældi með því fyrir hann, ég okkur tekur ekki þetta próf, þetta er vist bara að gegja próf. Og svo er ég bara, okkur tek ég það þó ekki líka? Skilur, og hann, þú veist, hann fór ekkert beint eftir menntaskóla, hann kláraði menntaskóla, svo fór hann eitthvað að vinna og var eitthvað bara svona ákveða sig og þegar ég var svona að fara að klára fyrstu önnuna á síðasta bekk í MS, að þá fer ég í þetta próf með honum. Já. Og ég eitthvað svona, ok, við fórum eitthvað bara, tókum þetta próf upp í HR kostaði eitthvað smá, þú veist, pening að taka þetta en bara þannig 200 spurningar, krossaspurningar og þú ætti bara að setjast niður og svara bara, þú veist, ekkert út frá peningum, ekkert út frá hvað svara þú myndi fá bara áhuga og bara áhuga, bara svara bara, þú veist, og það var bara stundum bara eitthvað svona, finnst það gaman að setja og tala á fólk, þú veist, það var bara svona alls konar spurningar og við bara gerum það bæði og fengum síðan, þú veist, svo fegstu bara bækling sjálfa þig bara, þú veist, þetta eru þín 10 topp störf sem myndi henta þér 10 nám sem myndi henta þér, þú ert svona manneskja, þú myndir ekki fíla svona system og eitthvað svona, svo bara var hringt í mann niðurstöðuna komnar, þú settist niður með eitthvað svona námsrákja í HR og hún fór yfir bæklingin sjálfa þig og get nice. En það er ekki skrítið að sjá bara að það er ekki búin að kalkuleita bara hvernig þú átt að vera. Jú, þú veist, og ég var alveg heyrt fólk sem fyrir þetta og þetta bara reynist ekki rétt, skilur. En þarna fekk hann efst á sínu eitthvað og ég fekk efst á mínu og ég hugsaði bara, herru, að því ég vissi að ég fór í þetta próf með 100% bara blank slate svara bara honest, ég hugsaði, ég vil bara treysta þessu. Já. Ég vil bara pröfa að treysta þessu og ég fór að kynna mér, ég fekk markaðsvæði númer 1 sem nám, fór að kynna mér námið, var spennt fyrir því og sótti þessum Já, vá. Þannig að þetta var getlungsaga. En þetta próf, mér varst eitthvað heitir það? Fyrir ykkur sem hafi áhuga Nei, ég man ekki, en þetta er bara áhugasviðs próf. Já, það kostar alveg eitthvað 20 skall eða eitthvað ekki? Það kostaði 15 kannski á þeim tíma. Ég man að ég langaði að fara með þér í þetta. Já. Ég tímdi ekki. Þetta kostaði eitthvað kringu 15 held ég á þeim tíma, en ég bara svona, ég veit ekki af hverju, ég bara... Nei, bara geðveikt, bara sjúklega góð ákvörðun. Já, ég hef ekki skoðað þetta, ég þarf að skoða þetta aftur. Já. Hvað var það sem lista meira? Einmitt. Svo langt síðan, en allan við bæði treystum á þetta og tókum námið okkar út frá þessu. Það er geðveikt. Bara einhver sem að ákvað þetta út frá þér, einhvern veginn. Já, og þú veist, svo var það líka náttúrulega bara spurning það að þú veist, þú fer aldrei í þetta próf og ef það kemur upp bara, ég veit ekki, sálfræðingur, þú hefur engan áhuga, þú veist það bara, þá hefur þú slæst ekki að fara að skráði í það. En þetta var eitthvað sem ég bara svona, já, þetta make a sense, kynnti mér þetta. En líka þessum aldrei þá veit maður ekki alveg hvað allt er. Nei, og stundum bara það að fá einhvers konar leiðsögn. Bara þetta, en þú sér að þú skilur markaðsfræði, þú vissi kannski ekki 100% markaðsfræði væri þá. Einmitt. En núna náttúrulega veistu allt það, skilur. Já. En þú veist bara, ég kynnti mér smá námi þá og var bara eitthvað, já, ég er hrifin og ég vissi strax sem ég langaði út. Nákvæmlega. Það var bara eitthvað sem ég bara vissi, bara ég ætla að falla út um það. Nákvæmlega. Og gerði það strax og fann þá einmitt. Þá var ég komið ennþá meiri afsökun til þess að fara út af því þetta var ekki kennt á Íslandi. Nákvæmlega. Og þá var þetta, þú veist, þetta bara helst í hendur og bara virkaði. Frábært. Já, ágætt. Svo er næsta spurning á Instagraminu. Já. Skrítnasta legasa sem þið hafi heyrt ykkur? Ég veit ekki hvað það er svo margar sem ég hef heyrt ykkur. Já, hvað er svona skrítnasta? Það er örugglega þessi saga sem ég sagði núna seinast með rifbeinin og líka að það kom einu sinni saga að ég vera á sterum. Að þú verður á sterum? Já. Hæ? Já. Það kemur allt frá mér svona ungu fólki sem held ég bara veit ekki meir betur. Veit bara ekki hvað alveg þau eru að segja. Nei. Hvað en alltaf fólk vil alltaf trúa í versta upp á mann, skilurðu. Já. Og bara halda að maður getur ekki fengið sixpack eða eitthvað nema að sé eitthvað ónáttúrulegt. Já. En þetta er svona mest svona skrýtnustu legasögunum mínar. Já. En ég hef náttúrulega lent í svo mörgum, sko, ég veit ekki svona. Nei, hvað er þetta að byrja? En já, þið fyrir skrýtnast að fólk haldi fram að þú tekið við rifbein og verið á styrum. Já. Mér finnst það skrýtnast þá. Já, ég hef bara legasa. Ég er ekkert að lent í legasögu.
þannig séð. Bara eitthvað svona í grunnskóla, skilur. Ekkert eitthvað, já, ætla að sé ekki bara í grunnskóla. Ekkert sem ég man, en þú veist, eitthvað svona petty shit þar, skilur. Já, eitthvað svona Sorry. grunnskóladót, en það er ofta eitthvað, þú veist, fólk sem að að dreifa svona lífasögum oftast Segum það sjálf. Nei, ég sé það ekki. Bara fólk sem sterum að segja þú sem sterum. Nei, ég held að sé fólk sem að veit ekkert hvað sterar eru. Það er fólk sem að segir að fólk sé að sterum, skilur. Já. Vist, ég veit ekkert stera sjálf, sko. Nei, ég held að það poppar ekkert upp í hausnum mér, þannig ég held ég hafa bara lendið í eitthvað þannig sé, skilur. Nákvæmlega, það er mjög skrítið að maður lendi í því, skilur, veist. Ég skal ímynda með það. Já, það er ekkert algengt að einhver lendi oft í einhverjum margum lygasögum, held ég. Nei, en hvernig ertu að frétta að því að það sé lygasaga að ganga þig? Það kemur oftast frá einhverjum vinum mínum. Bara, já, eitthvað vinuðin spyrir þig. Já, bara, ég var ekki spyr mig. Nei, meira bara segja það frá. Já, bara svona, ég var að heyra þennan fáralega. Og þetta er oftast vinkonum mínar sem er að vinna í félagsmiðstöðum. Ég er með álega nokkrar og þær eru að fá þessar sögur út frá litlum krökkum. Já. Bara grunnskólakrökkum. Og þetta eru skrýtnustu sögurnar. Já, þar heyrir skrýtnustu sögurnar. Já, bara eitthvað svona sögur. Það er alveg mikið meira og ég er bara stundu bara, hvað? Já, og þetta er ekki bara krakk, þetta er bara svona alls konar fólk á þessum geira. Ég veit ekki hvað það er. Ég skilji. Já. Ég er ekki að reyna átanina svona með fólk, bara svona, en ég heyra þetta frá stelpur sem að vinna svona með yngra fólki. Og það, já, einmitt. Þetta er bara, þú veist, ef maður pælir í konseptinu að lesa, þetta er bara, það poppar upp ykkur saga. Út frá engu. Út frá engu. Einmitt. Ég veit ekki, þetta er skrítið, sko. Ég ætla hana bara, ég er mjög ánað að hafa aldrei lendið í þessu. Já, bara það er alveg leiðilega sem lendir í, sko. Ég get alveg 100% og ég veist að það er fleira fólk sem er lendið í miklu verri sögum en ég er lendið í. Já, þú veist bara alls konar sögum og þú veist bara Íslendingar. Almáttur, já, þú veist, ég tek núna líka bara öllu sem ég heyri mig fyrir bara ef ég heyri eitthvað eitthvað ég er bara, nei, ég ætla ekki svona að hlusta á það, ég segi bara, þó ég tæk ekki manneskju, nei, það er bara actions. Nei. Ég ætla ekki að trúa þessu sem þú voru að segja ekki að koma upp í munnum um manneskju sjálf. Já, manneskju myndi bara segja mér það. Já, það er bara ógeðslega gott. Ég trúi engu sem neitt segir. Nei, það er ógeðslega gott bara að bara hugafar. Þegar maður lendir í þessu þá bara kemur þetta hugafar, sko, og ég vona bara að flestir byrja að taka það þannig og hætta að dreifa ykkur lygasögum út allt. Já. Það er alveg að getur haft hræðilega áhrif á fólk, sko. Bara 100%. Já. Og líka þú veist það sem fólk fattar ekki, þetta getur alveg skemmt fyrir. Af því að þú veist, þetta getur alveg skemmt fyrir og þá er að tala um bara, þú veist, með alls konar tengt. Nákvæmlega. Þannig að ef það, þú veist, bara mælu með því að ef ykkur sagt eitthvað slúður um Íslendinga eða eitthvað svona, þú veist, bara taka þeim fyrir bara. Já, bara hafa í huga líka bara hvað þetta er oft mikið bull og ætla þú að fara að vera manneskjan sem er það dreifa þessu lengra. Nei, einmitt. Ef þú heyrir eitthvað, taktu mig fyrir að halda bara kjafti. Já, í rauninni, já. Ekki verið að skipta þær að einhverju lífi annars með eitthvað svona, sko. Já, allan ekki, mér finnst það sérstaklega til dæmis með, ég get alltaf lítið sagt það sem ég er með TV-vikunar og það ég tala um svona hluti, en það er nú að tala um eitthvað sem er opinbera fyrir heiminum. Og þú veist, og við myndum frétta jafnvel á einn hátt eða annan í gegnum netmiðla eitthvað, en þú veist, ég fær aldrei að taka fyrir bara eitthvað svona, já, í þessari viku var talað um það að Sunneva væri á styrum. Eitthvað svona svo var talað um að kannski gæti mögulega skilur. Núna myndi þessi koma að saga fara lengra. Nei. Það var alltaf fárlegt að búin að kleima þetta sé ekki rétt. Já, bara, þú veist, ef þið haldið þetta var bara ykkar mál, sko. Já. En það er ekki rétt. Það er ekki rétt. Alls ekki rétt. Þurfum ekki einu svona að taka fram. Svo er spurt hérna hvernig ammali erum búin að svara því, en svo stendur uppáhaldsstaður sem þið farið á. Er það að vera að tala svona útlanda eða? Ég hef ekki bara takað því þannig. Jú. Tökum því þannig. Uppáhaldsstaður, hvað er þinn? Ég verð að segja, þetta er ógeðslega basic. Sorry, þú veist, ég var alveg farið á mjög framandi staði, en ég verð að segja New York. Já. Nú er ekki geggjaða staðar. Það er bara uppáhaldsstaður minn. Þú er farið að vetri til. Mér finnst það sökka, sko. Ég fór núna í janúar, þetta var hræðilega leiðilegt. Það var svo kalt. Það var kaldra en heima.
Já, ég veit að ég bjó í Boston, sko, það var kaldara í Boston. Þetta er á Íslandi. Þannig að ég veit alveg hvað að tala sko, en hérna... En New York yfir sumatíman draumur, sko. Ég fór á svona, ég myndi segja haust, vori til. Já. Núna síðast. Og það var alveg geggjað. Já, ég hef farið á sumri til og vori til. Það var svona þetta ískalt, sko. Við fórum þegar New York Fashion Week var, ég var alveg að drepast kulda, sko. En oh my god, skemmtilega sem ég hef gert. Já. Bara ég fór með bara einu vinkonu minni og var bara ógeðslega gaman. Já. Þetta uppáhaldsborg mín. Já, hún æði. Ég þarf að fara aftur. Já, við fara saman. Já, förum saman. Taka teboðið í New York. Pistasinu takes New York. Já, það var sick. Já, en ég held að ég verð að segja Bali. Já, ég skal trúa því. Elska Bali. Ég myndi fara á aftur. Já. Allan daginn. Ég til að fara með þér. Já, ég reyndar líka Dubai, sko. Já, shit, mér langar svo að fara þangað. Við erum að taka bara þessa stað aftur. Já, bara, þetta er podcast og podcast geta náttúrulega fært sig. Nákvæmlega. Það er þægilegt. Tökum bara mækana með okkur. Og... Já, engar ágjör að því. Ef að fara næstu spurningu. Já. Herðu, spurningin er hvor ykkar aftur hvor er aftur systir Aron Móla? Hvor ykkar er aftur systir Aron Móla? Það er ég. Það er Sunneva. Nei, það er ég. Fyrsta Móla. Nei, þú veist, hann heitir náttúrulega, veistu okkur það er Aron Móla? Aron Móla Ólafsson. Já, Aron M, því hann heitir Már Ólafs. Já. Þannig að ég er Birta Lola. Já. Þú bara að trenda það. Ég heitir Birta Líf Ólafs. Skilur, þannig ég er Birta Lola. Þannig að, já. Og svo, þú veist, ég lítinn bróðir sem heitir Ívan Máni Ólafs. Hann er Móla líka. Hann er Ívan Móla. Já. Ívan Móli. En jú, það er ég. Hann er sérst eldri bróðir minn. Já, næst spurning. Hvað er þið búin að þekkjast lengi? Við tókum þetta fyrir í fyrsta þætti. Þetta er komið 7 ár. 6 Alltaf 7. Ég er svo kluti. 2013, en við byrjum saman í MS 2012. En við kynntumst best 2013. Já, við byrjum saman í bekk. Já. Það er einmitt næsta spurning, hvernig þekktu þið hver aðra í MS, en það er einmitt þannig að í fyrsta bekk var þetta bara, þá voru settir í ykkur bekki, svo var þeim bekkjum svissað upp. Já, fengum eitthvað svona nánara áhuga svið, sem verðum ykkur brautir, þá var komið aftur frá hól. Já, þannig að við völdum okkur báðar félagsfræði með áherslu á félagsfræði, skrítið. Fél. Rennibrautin sem var vinkun okkar myndi vilja kalla þetta. Tjók. En já, þannig að við fórum báðar á það og vorum það því setta saman í Við vorum ekki setta saman í bekk. Við vorum ekki setta saman í bekk. Ég færði mig í ykkar bekk. En það? Alveg rétt, þú færði út af... Allar vinkonum mínu voru í einum bekk og ég var sett í annan bekk. Hver voru vinkonunnar þá? Jóa, Kristín, Eva... Þekktur þú Kristínu þá? Það ekki. Valgars? Já, ég held það. Það? Já. Ok. Það voru allar þessar stelpur allavega, við vorum alveg komin í alveg góðan hóp, sko, í fyrsta bekk. Já. En svo voru ég og Íris settar í hinn bekkin. Já, þú og Íris voru alltaf saman í bekk, fyrsta bekk, og við erum bara nefn sem við veit ekki hver. En allar vorum settar saman í bekk, öðru bekk. Ég þekkti ekki neitt, sko. Nei. Ég vissi aðeins hver Eva var. Já. Ég þekkti náttúrulega Jóu. Já. Þú varst alveg úr svona hinum hópnum einhvern veginn. Þú hefur í rauninni að vera sett í hinn bekkin. Sem að þú áttur að setja í. Hvaða bekkur var það? Það var allar stelpunar, vinkonur þínar. Hvaða vinkonur mér? Fullt af þeim. Ok, já, Manstu bara eftir ömmur stelpunum, bara það var allar vörgla stelpunar búið í þeim bekk, skilur. Guð, manstu ekki nei? Nei, ég veit ekki hvort að tala um. What the hell? Já, ég veit hvort að tala um. Já. Ég veit hvort að alveg rétt. Já, ég hefði verið já. Því rauninni, en samt ég mjög fegin að komst hinn. Já, ég er bara mjög ánægð með hvernig MS var. MS var mjög skemmtilegur. Æðislegt. Já, þannig að þú skiptir bekk eða baðist að fá breytum bekk og það var ekkert mál. Já, það var smá mál, sko. Ok. En ég fekk það í gegn. Flott. Ég ánægð með þig. Já. En og svo við vorum í bekk sem var 90% stelpur. Já, það voru svona ángriðs 4 strákar. Það var ángriðs 4 strákar og það voru bara stelpur og getur bara sagt það bæði upp og niður. Já. Upp á drama, skilur, við vorum þarna myndum hóp sem við erum 7 í. Það ekki, 7. Myndum hóp og þetta var, þú veist, hópur af 7 mjög sterkum karakterum af stelpum. Já. Og þetta var alveg upp og niður, allar vinkonur í dag, ekki miskilja. Nei, og við erum allar mjög nánar í dag. Já, allar mjög nánar, en það bara, þú veist, það testar þig alveg
líka á þessum Já, á aldri. þessum aldri. Þetta væri allt öðru sem við erum settar saman í bekk í dag. Guð, bara allt þetta petty Já. shit sem vorum að rífast yfir. Almáttugur. En ég held við allar rætt það í dag og allar hlegi yfir því. Já, ángríns. Nei, maður er bara svo mikið krakki, maður áttar sig ekki á því þegar maður er í mennskóla. Gelgja. Hversu mikið krakki maður er. Ég held bara að ég veri fullorðin. Já, guðmigóður ég líka. Almáttugur. Guðmigóður. Svo er hérna spurning sem er búin að fá. Hver er uppáhaldsmaturinn ykkar? Vá. Þetta er eitthvað spurning. Pasta. Oh my god, já. Ég elska pasta. Oh my god. Örgulega svona minn go-to réttur alltaf er að elda eitthvað. Það er pasta og bruschetta. Þú gerir líka besta fucking bruschetta og pasta sem ég veit um. Elska. Ég er bara Ég er svo ekki passion greinast, þetta er bara, það er ekki margir sem að ég held að virkilega viti. Fólk sér alveg að þú ert að borða mat og eitthvað grammiti á fucking Instagram. Það er ekki margir sem vita hversu ógeðslega góður kokkur þú ert. Ég er alveg ágætur kokkur, sko. Ertu? Þú ert mjög góður kokkur. Já, ég elska að elda. Mér finnst það svo skemmtilegt. Það er bara, ég held nefnilega að ég myndi elska að elda ef ég kynni það. Já. Af því að ég elska að dunda mér. Ég er algjör dundari, sko. Ég er ekki að lengja öll og eitthvað. Þetta er bara að dunda sér og vera bara þátt í gangi á meðan maður elda. Þetta er skaman, sko. Já, hvernig áttu eftir að verða þegar þú ert í þínu eigin eldhúsi? Ángríns, sko. Það verður bara matabóð every day hjá Sunnivu. Já. Ég var bara móðguð, það ert ekki alltaf hjá mér, sko. Ég man líka bara þegar við vorum í MS og þú varst ein heima, það kom alveg frekar oft fyrir. Það var alltaf bara, þú veist, það var ekki partí, það var bara matabóð í Sunnivu af því að hún var bara, hefði tækifæri að vera að dunda Loksins ekki að spreita mig í eldhúsinu. Já, gerðir einu svona pasta sko frá grunni. Það var ammælinu mínu, pældi því. Já. Það tvítugsafmælinu mínu. Ég var bara, ég ætla að búið til pasta frá grunni, aldrei gert áður. Fyrir það sem er ekki átt svo, þú veist, hún bjóti pasta frá grunni. Það er bara hveiti vekk og salt, sko. Já, það er ekki flókið. It's very complicated. En það sem var flókið við þetta var að ég átti ekki kökukefli. Þannig ég notaði rauðvínsflösku til að fletja úr pastanu. Herra, þetta var ógeðslega gott. Já. Þannig að uppáhaldsmaturinn þinn er 100% pasta. Já, veistu, fokk, ég bara verðilega að vera sammála. Pasta og pizza. Pasta og pizza. Við erum bara ítalskar, við hljótum að hafa ítalir. Já, ég er með 1% ítala í mér. Þú náttúrulega veist það. Já, ég tók svona próf, en ég er alltaf að taka ykkur próf. Já, hvað er að þér? Ég veit það ekki alveg. Ég er svo forvitin. Svo sjálfa þér svo mikið. Alltaf setja mig í ykkur kassa, en ég held sér 1% ítali og þú veist það, hann skín rosalega mikið í gegn. Nákvæmlega. Hann á... Já, ég líti að vera 2%. Þú ættir að taka þetta próf. Já, ég þarf að gera það, all daginn. Ok, þetta var hérna. Svo er önnur spurning, hvað, sko, þetta er eiginlega saman spurningin hérna. Já. Hérna. Það er samt svona, þetta er alveg sög spurningin. Okay. Fyrsta er, hvað drekkið þið á djamminu? Og segjum þá, að ég var að fara að djamma, skilur, við erum bara heima fast í. Ok. Já, ef ég bara að drekka heima. Já. Ef við basically segja það. Eldgos, númer 1, 2, 3 hjá mér. Já. Ég drekk drikkin eldgos. Ég elska eldgos líka. En ég myndi samt, minn go-to drikkur er yfirleitt bara vodka soda, sko. Já. Ég er samt meira, þú veist, já, þú veist það, ég drekk það líka, sko. En samt, ég en bara svona drikkur, ég hafa, eitthvað, já, ég bara eldgos. Drekk líka eldgos og djamminu samt, en þú veist, ef við erum ekki að tala um eitthvað svona, já, ég myndi segja eldgos og vodka soda. Eldgos, vodka soda og ég elska freyðvín og kampaðin. Ég er bara allt áfengið. Já, það er spurning að djamminu. Já, en ég er svona, sko, ef ég er að fara að djamma, þá fæ ég mér oft bara kannski prosecco, eða ég myndi ekki vera kannski kampaðin, fá mér prosecco og svo kannski vodka soda eða eldgos eða eitthvað. Ég er svo gott að fá mér fordrykk. Já. Ég er alveg þar. Við erum náttúrulega svo gamlar. Já, ég er 100% sammála, en þú veist, fá sér gott vín, svona bubbly, áður maður byrjar. Við yfirleitt einmitt borðum saman, fáum okkur vín með matnum og svo byrjum við ágrum meiri djamdrykkjum. Þannig að ef spurningum djamdrykki þá er það 100% eldgos og vodka soda. Annars er náttúrulega drekk við líka vín með mat. Já, nákvæmlega. Þú veist. En ef ég væri bara á klúbbnum, þá væri ég bara í góðum vodka soda, sko. Já, ég var á vodka soda eða eldgos, ég fyrir eftir hvað klúbb ég væri á. Já, það er boði, einmitt. Svo er næsta spurning. Uppáhalds kokteil og af hverju? Veit hvað þú ert að segja? Ok, ég elska dillaginn. Já. Á apótekinu. Mér finnst það bara, það er uppáhalds kokteil minn svo lengi. Já. Og já, svo sangria líka. Oh my god, ok, já. Ég held að ég þurfa að segja sangria. Passionfruit þá? Já. Elska passionfruit, en ég er líka mikið kafa manneskja núna, sko. Já, ég þarf bara að fara aftur, sko. Já. Uppáhalds kokteil, já, ok, já, sangrian.
Svo einhver sem ég man ekki hvað heitir sem Hófi gerir vinkon okkar sem svona blábæri eitthvað, hann bara æði. Býr hún til sjálf? Já, hún æði. Ég ekki alveg þar, sko. Nei, ég þarf að betri því, En við gerum svo geggjaðan hana Midsummer Spritz, manstu Já, eftir honum? Midsummer Solstice Spritz. Já. Hann ógeðslega góður. Já. Hann svolítið líkur svona, þú veist, já, hann svo léttur Já. einhvern veginn. Það var uppáhaldsdrykkurinn okkur í sumar, svona kokteil sem við Já. gerum sjálfar. Já. Það var hana, Hendrix og Midsummer Solstice Hendrixi, gúrkutónik, appelsína, freyðvín. Já, plís verður með aldrei að hlusta. Freyðvín, já. Freyðvín og gúrka. Og gúrka og appelsína, já. Það var ógeðslega gott. Sko. Það hættlegur drykkur samt. Já. Varlega. Það er mjög varlega því hann er svo góður. Það er bara þannig með alla drykki. Já. Hvernig kynntust þið? Búin að segja það. Það var bara í menntaskólanum við Sund. En þessi mannst eftir svona mómentinu sem við urðum vinkonir. Ég man eftir mómentinu sem ég fyrst hitti þig og talaði við þig. Þú veist, við vorum að labba inn í eitthvað stofu, þú veist, við stelpunar úr þessum bekk og við vorum greinlega vissum að vera bekkur. Og ég held að ég hafi verið svolítið bara svona labba með Jóa því að ég þekkti hann er best úr þessum hóp. Já. Og þú segir eitthvað svona við fengum bara, manstu? Já, alveg rétt, já. Fengum bara nýja Birtu, því það var önnur stelpa sem heit Birta sem var í hópnum. Sem fór í annan bekk, annan skóla eitthvað. Og þá var bara svona eins og, þú veist, eitthvað svona... Ég djókaði með það og þú varst bara ég var bara ný Birta. Já, og ég var eitthvað. En svo held ég að mómentsverðunum vinkunum, já, ég held ég veit það. Það er með gólfmótið. Já, þegar við fórum með Kaddi á eitthvað. Já, og ég var ekki að drekka. Þannig ég var bílstjórinn á þínum bíl. Á mínum bíl? Oh my god. Varst það því? Þú keyrir bara Mustanginn. Hún átti ekki Mustang. Já, hún átti Mustang. Hún kallaði bíl sem Mustang. Þetta var Mustang. Ok. Bravo! Já. En já, ég ætla að man það var svona með því fyrsta. Því að það í rauninni gerðist bara leið og önnun byrjaði. Og þá bara vinskapur komin. Þannig að við vorum bara, það var þá ég, þú og Jóa eitthvað í bílnum eitthvað. Og Kristín eitthvað, já. Já, þetta var geggja kvöld. Já, það var geðveikt. Dagur. Það var geðveikt. Ok. Þannig að þú kynntist bara með því að fá að keyra Mustanginn. Já, ég held að það var svona, þar var bara tröst byggt. Já. Keyra Mustanginn minn, sko. Þetta var eitthvað, hvort það hafi verið, ég man það ekki hvort eitt ball hafi verið fyrir eða eitthvað skilur, ég man það ekki. Já, örugglega busaballi búið hana og eitthvað. Já, og þá náttúrulega vorum við í fyrirbært saman og jú, var það ekki? Ég man það ekki. Nei. Allan eitthvað svona. Já. Ég ætla að refresha þetta að sjá hvort það segja. Einhver önnur spurningarna sem þú vilt taka? Það er spurningin af hver finnast á vinkunægin og þetta bara spurning sem ég lesa því að þeir allar fucking hilarious, sko. Finnasta? Þú veist, já, þetta fárlega spurning. Já. Þeir allar finnar á sko ógeðslega mismunandi hátt. Nefnilega, ég hef alltaf good time með öllum, ég hlæ alltaf með öllum. Já. En það sjáta á þetta á Söru líka, sko, hún er fucking hilarious manneskja. Já. Sara Rós. Já, ég mitt. Það er bara... En þú ert náttúrulega bara, þú veist, við hlæjum svo fucking mikið, sko, ég veit alveg hver er að reyna að fá þetta stig, sko. Já, ég er ekki hefna. Að vingur okkur sendið inn en, þú veist... Hún fær ekki stig. Nei, því, hvað heldur Mér finnst hún var að fyndi með því að setja það inn, sko. Já, hún er fyndin. Já. En, já, ég veit ekki, ég ætla ekki að fara að gera upp og segja eitthvað hver fyndist. Nei, ég minnst allar ógeðslega finnar, sko. Já. Svo er eitthvað sem getið sagt frá vandræðalegum sögum í einum þætti. Já, það þarnast brainstorm. Við eigum svo margar, sko. Við þurfum bara að fara í gegnum öll vídeóin okkar, það sem við þurfum að fara í gegnum er það að ég er búin að geyma allt úr MS í gamalli tölvu. Það er svo mikið úr MS, sko. Og í fyrra, þegar ég var að flytja til Boston, ok, þetta er smá side story um whatever, þá átti ég þetta svona hvít MacBook-tölva, geð þykkar, manstu eftir þeim? Já. Ég var með hana þangað til að koma á fjórða bekk í MS. Þannig að ég var alltaf að upplóta, vorum alltaf með einhverja iPhone-ana, kannski, þú veist, iPhone 5, iPhone 6 á þessum tíma eitthvað. Og ég var alltaf að upplóta beintin í tölvuna og eitthvað svona, svo bara krassaði þessi tölva, hún bara skemmtist. Já. Og þannig að hún er alltaf bara búin að vera eitthvað svona í augsín og ég er svona, fuck, ég þarf að redda þessi myndum hérna út og mér langar svo að sjá þar. Búin að stingleima, þannig eru, 4, 3,
komin cirka 3-4 ár síðan ég hætti að nota hana og vissi ekki hvað var inn í henni og svo bara fyrir Boston fyrir það var ég bara ég verða að fá þessar myndir ég verða að sjá þær og verða að setja þær á harðadisk og eitthvað fyndi ég og fattu núna að náttúrulega tala mín fór til Stjúpopæns Er hún enda þar? Nei þú veist Hann gerir við tölvur já, þú veist og hann reddaði öllu af tölvunni inn á harðadisk Jú, ég fekk þetta bara harðadisk tilbaka því að hann mátti bara eiga tölvuna þannig að kannski hann skoða þetta allavega, fór hissig þá vona ég hann gera aldrei Ég varst þú að myndi gera það Það er mjög skrítið Nei, ég er að grínast en bara svona, þú veist, já þannig við fengum að ég fekk þetta og ég fekk harðadiskinn sama dag ég var að fara út í flug og ég er bara þannig manneskja að 5 tíma flug til Boston ég sofna alltaf í flugum og sef alla tíman það var einu flugi sem ákvað ég ætla ekki svo, ég ætla að fara í gegnum harðadisk og ég var ein í þessu flugi grátandi og hlátri Oh my god grátandi Ég var til að sjá þetta allt þessi vídeo, þessar myndir sem ég á af okkur á versta fucking tímabili halda 18 ára ammælin okkar fara fyrstu djömmin okkar Guð blessi Ísland við þurfum alveg að taka eitt þátt sem bara svona ef það beðið okkur að taka vandrarlega sögur inn þætti þá þurfum við bara að fara í gegnum harðadisk og svo ræða það Nákvæmlega Vákæði til það og kannski leyfa ykkur myndum að fylgja Já, nokkrum kannski einhverjum Maður veit sko þær sko Já, það er svoleiðis en þetta er svona, já að því núna er fólk byrja bara að spyrja aftur sem er búið að spyrja Já, bara að spyrja alltaf það sama Allt svona basic svona spurningar Já, bara þú veist, aldursmunur og eitthvað sem er enginn og Jú, 6 mánuðir eða það og 6 mánuðum yngri Já, þannig að ég heldur sem búin að fara yfir Instagram spurningarnar Þá ætlum við að fara í næsta lið Já, en fyrst ætlum við að taka pásu Ætlum við að taka pásu? Já Það er að pissa? Ég er að pissa í mig Ég get ekki sko Ég byrja alltaf að sóna út þegar að pissa í mig Herru, we are back Það ekki Sunneva? Jú, við erum komin aftur Við tókum góða pissupásu Sunneva er með minnstu pissublöru Og svo að þið eru að kynnast okkur þá finnst mér svo þið ætti að vita það að Sunneva er með minnstu pissublöru í heimi Það er bara fakt Ég er bara alltaf að vera svona Ég er alltaf að drekka líka allt svo mikið Já, þú ert alltaf að drekka eitthvað Hjálpa mér ekkert Ok, sem sagt, við vorum náttúrulega átt okkur því að við erum búin að vera að tala í klukkutíma en við ætlum að taka svona best friend tag við munum ekki taka það ég held að það sé bara geggja að gera aukaefni úr því þetta vorum við að ræða þannig að ætlum að taka svona aukaefni því við ætlum samt að taka núna hvað? Bara smá svona spurningar svona smá teaser fyrir það bara taka 5 spurningar hvort Já og ef ekki að Ok ég spyr þig og ég segi hvort þér rétt eða ekki og þú svarar svo spurningunni Já líka Ok, flott Ekki Júps, þú mátt bara byrja Ok, ég skal byrja Ok Ok, Og ég er með svona blað og penna varandi stig ef að, þú veist, bara já, svo sem endar þetta með fleiri stig vinnur Já Ok Svo er besta vinkonan Já Þegar við erum að spyrja svona Oh my god, ég sökka í svona, ok Ok, ég vil spyrja hver er drauma hundategundu mín? Vá Er ekki bara hundurinn sem þú átt? Hvernig tegundur hann? Eða þeir allir Ég har svo sagt 5 hunda Já, þú veist Mamma mín er að rækta sömu tegundur og bara gera það bara forever Ég sko sökka með að segja Bákvæðarlega, Bruce er sko pirraði núna Ég veit að Bruce er pirraði mig Og Bella og Arja Já Nefndu seinstu 2 Ha? Bruce, Bella, Arja Dimma Hún er ennþá Já. Dimma og það er einn annar strákur, ekki? Jú, það er hundurinn Rebecca Ég tek hann Já. allt inn í formúluna Má ég taka hann? Já. Mastan Hann heitir Fuck Bruce Hvað, hann alltaf setur í story Hann er svo sætur, fluffy Hann heitir eitthvað svona nafni líka Já, hann heitir nafni Já, oh my god, vá, ég sökka Vá, ok Býtu, ég ætla að ná þessu Hvað hann heitir, ekki segja mig hvað hann heitir Ok Ég man ekki Og ekki var hint Já, Byrja á P já, hann að Fuck, þetta er, oh my god þetta er svona on the top of my mind Þetta er alveg skrítið nafn Nei, þetta er hann að
Ég man það ekki. Bella og Man það ekki. Pósó. Já. Ok. Vá. Ok. Bara ekki stig. Það er kannski ekki sagt draumahundtegund mér sem ég alltaf tala Sem hvað? Mér langar German Shepherd. Já, ok. Og Golden Retriever reyndar líka. Ok. Það er German Shepherd, Golden Retriever. Ok, ég vissi það samt ekki. Ekki að, nei. What? Nei. Ok, hver er mín þá? Ég sé bara labrador eða Frenchie, eins og kalla. Já, ég veit ekki alveg hvað drauma. Ertu áttu ykkur drauma? Já, ekki drauma. Nei, við dreymir aldrei. Nei, drauma hundategund. Já, ég á alveg, en það er alveg nokkrar. Já. En En þú veist, er eitthvað sem þú liggur yfir eins og ég á TikTok, ég bara horfa bara uppáhalds Golden Retriever minn, Já, sko, ok, þá var ég með Friends. Já, Frenchie. Frenchie og svo finnst mér Husky líka. Já, Husky er minn flatis. Ok, á ég gefa það stiga. Ég fæ stig, ég sagði Frenchie. Takk. Já. Ok, spurðu þú. Þá ætla ég að spyrja. Hvaða stjörnumerki er ég? Fiskur. Damn. En ég? Þú ert ljón. Já. Ok. Þú vissi það ekki? Nei, ég held að þú voru búin að gleyma því eitthvað. What? Ok, þá fáum við bæði stig. Ok. Má ég sjá. Ok, hvað myndi ég fá mér í bræðaraf? Og þú færði sko bara eitthvað. Þetta er smá svindla að ég er alltaf að setja það í story, sko. Þannig að við fáum okkur aldrei ís saman. Ég var að hugsa þetta á þann. Við fáum okkur aldrei ís. Nei, fá okkur ís á eftir. Já. Ok, hvað færði í bræðaraf? Sko, ég man bara síðast þegar við fórum saman. Ég var bara í sjokki. Ég veist að akkur færði ekki bara heim og byrja til smoothie. Þá fékkstu hindber. Þú fékkstu hindber. Vákælan sem við erum að fara saman. Já, sko, þú fékkstu bara ber. Og ég var bara eitthvað, og þú fékkstu banana eða eitthvað. Formlegt. Nei, ég myndi aldrei fá banana. Ok, þú fékkstu alltaf hindber. Þú færði örugglega eitthvað vondis og þrist eða trompi eða eitthvað. Ég elska þrist. Já. Nei. Ok, þú færði hindber. Nei. Já, ég gerði það. Þegar við fórum saman, þá var þú ert örugglega að tala því við mér alltaf hindber, jarðabör, þrist. Já, einmitt. Ég var að tala um það. Hindber, jarðabör, þrist. Nei. Já, þú fær alveg stig fyrir þetta, því að þetta hefur alveg verið svona. Þú hefur alveg verið að flakka. Ok, en ég? Þú? Nei, ég gaf þér stig. Ég komið 3 stig líka. Þú fæst 2 stig og þú náður hundinum og svo náðu við bæði stjörnumerkinu. Já. Ok, en þú fækst ekki þetta 3 stig? Nei, kannski. En hvað þú færði þér? Ég fæ mér alltaf sama. Það? Ok, fuck. Þetta er alveg erfitt. Já. Hvað fæ ég mér? Þetta er alveg ógeðslega erfitt. Hvað spurði ég þessu? Ok, allavega ekki þrist og tromp. Nei, helna. Hvað færðu þú svona típist eitthvað sem fóður svona hlaup, perlu, ógeð? Nei, það var ekki hlaup. Hvað færðu þér? Snickers, Mars og Oreo. Snickers og Oreo allavega. Ok, nei, Oreo rétt. Ok, bara Oreo. Já. Oreo og jarðabær. Eitt uppátt. Er það nammi? Nei. Sósa? Nei. Ber? Nei. Hokkipúlver? Nei. Ég veit það ekki. Kökudeg. Oj! Ok, hvað, á ég gefa stig fyrir þetta? Já, þú náður alveg jarðabær og Oreo. Já. Ok, vel gert. Kökudeg, þetta 5 ára. Já. Það var ekki gott, en... Sko, það grínast, ég elska ís með kökudegi. Ég er ekki þar, en það er svo gott. Ok. Ok. Hvað? Er þetta tilbúin? Já. Hvað er mörg systkini? Fuck. Fyrsta. Ég er sko tellindu borði. Já. Ok. Er það talið öll? Já. Ok. 8. Og hvað ég er að talja? Fyrsta ávali, mörg systkini? Já, mörg systkini. Oh my god. Ég held 8. En ég var að telja svona... Já. Rétt. Býtans, Ingi Þór, Aron, Breki, Ívan. 1, 2, 3. Já, 8. Já. Vá, hvað er góð. Já, 8. Þetta var rétt. Ok. Þú varst þig. Já. Nú þarfst þú að svara mig. Hvað þú mörg systkini? Við erum bara að tala um systkinin. Hvað aðra? Er þetta ekki eitthvað svona stjúpsískinni? Ok, nei. Eða það nokkuð? Nei, bara sískinni. Bara sískinni, bara, já, 4.
Ég að telja. Já, það rétt. Já. Það Þú átt ekki þeirra að telja, þú ert með 4. Já, það samt mikið. Já, helming fleira. Það rétt. Ok, já, þú ert 4. Þú átt 1 bróður og 3 systur. Já, það rétt. Ok, nefndi, ég vil ekki spyrja því ef ég Já, það er bara svolítið erfitt, sko. Jú, bara spyrðu. Ok, hvað, nei, þetta er svo mikið sem að ég er alltaf að expósa sjálfa mig á samfélagsmiðlum sem ég er alltaf í stóri, en því ég er náttúrulega að sé það ekki alltaf á þér. Nei, einmitt. Hef ég eitthvað tíma að fara til skólastjóra, ef svo er fyrir hvað? Vá, ert það grínast? Nei, ég þarf bara í MS, bara. Í MS? Hef ég eitthvað tíma brotið að mér? Já, þú var sett í bann? Ég var sett í ballabann, já. Þú var sett í ballabann? Já, 100% farið til skólastjórans. Ég fæ stig? Já, var stig. En þú sagði gleður að segja fyrir hvað samt? Okay, fyrir hvað? Viltu fyrir það hvað? Nei, fyrir út í að setna. Nei, já. Það er einu vandrarlegu sögum. Já, það allan að ég sagði hver aflegin það voru. Þú var sett í bann. Já, ég var sett í ballabann, já. Ok, þú? Í MS? Ekki MS. Nei. Eða byrju. Nei, við fórum einu svona sjálfviljar ég og vinkun okkar að tala við, en ég var ekki senda ángað. Nei, ég var náttúrulega aldrei senda, en þetta er svona brot einhvern veginn. Já. Hvað heitir þetta? Agabrót? Agabrót, já, ég agabrot aldrei neitt. Það var fær 3. Já. Ég held að ég fengi 2. 2? Já. Byrju, bannið og hvað var heitt? Einu sinni, já, mætti ég í skólan og vorum í íslensku tíma. Já. Og ég fór fram og ég held að þetta var svo daginn eftir ball eða eitthvað, því allir voru svona ógeðslega þunnir í skólanum. Já. Sem maður á ekki vera. Við erum svo snirtilegar. Já. Og ég tók maður svolítið skítaganginum í MS og svona geðið langur gangu með bara klósutum. Já. Ógeðslega lyktar. Ég tók klósutrúlu þaðan á þess að slíta hana, fór allavega með hana inn í stofuna og kennaði með agabann. Agabrót. Já, agabrót. Hver var hugsunarháttunum baka þetta? Ég mynd sko, ég var að krakka skítur. Maður alltaf reynir að fyndin maður. Þetta fannst maður okkur bara geðið fyndið. Bara hlátuskasti allalega inn að þetta var að gerast. Ég man ekki hver með mér í þessu, sko. Nei, var ekki ég? Ég man ekki það gæti alveg verið þú, sko. Nei, ég alveg, hvað náði þó ljútum mér að það var ekki ég? Af því að ég fekk ekkert agabrót. Ég fekk ekkert, held ég, á blaði. Maður færi þetta á blaði til að segja þetta bara. Ok. Þess ég var aldrei eitthvað með eitthvað blað með þessum bönnum, sko. Nei. Ok, þú varst samt komið 5 að þú varst einu skrefi yfir með hundana. Já. Þannig að þú komið 5 stig. Ætlaðu að fara upp í 10? Já, fyrir upp í 10. Ok. Ég er að velja góða spurningu. Þetta er, núna, þetta er svo mikið svona, þegar maður er að taka svona spurningar á netinu, eitthvað svona, hver er líklari? En það er ekki skemmtilegt. Nei. Það er ekki skemmtilegt. Svo margar spurningar sem er svo auðveldar. True. Ok, þá ætla ég að bara segja hvað er ok, hvað nei, ég þarf að vita þitt ég að spyrja það? Já, spyr þú, sorry, ég skal finna eitthvað með hann Hvernig bíll var fyrstu bíllinn minn? Var það Mustanginn? Já. Það var Hvernig bíll var hann í alvöru? Ég sérst átti bíl sem ég kalla alltaf Mustanginn, hann var bara þekktur Af hverju fekk hann Mustang? Af hverju skildi mér alltaf undan mér og hún kallaði hann alltaf Mustanginn, þannig að ég ferði það bara yfir. Ok. Þannig að þetta var bara ógeðslega ljótur bíl. En hvernig bíl var þetta? Þetta var Toyota, það ekki? Jú. Þetta var Toyota, þar er ég að vita undirmerkið. Toyota Mustang. Toyota Mustang. Nei, Toyota er alveg rétt. Það er Toyota Avensis. Já, það var eitthvað Avensis, eitthvað, Já. Ég myndi ekki, þetta var ekki svona basic bíll eins og skilur eitthvað Toyota Yaris eða eitthvað. Nei, þetta var mjög gamaldags bíll. Já, eða svona, ekki margir af okkur vorum á svona löngum bíll. Nei. Vorum alltaf á okkur svona litlum. Já, svona eins og þú varst á golf. Ég var á golf, það er rétt ég grán golf. Já. Manstu, ok, við vorum báðar ógeðslega miklu svona drusli. Já. Manstu, við vorum að fara. Nei. Vorum að fara og vinna í vörklass. Já. Og það var sko snjóstormur úti. Ok. Og við varum sko drullu saman bílun okkar. Já. Hvað gerðu þið? Og við erum hana í kóngastæðanum fyrir utan vörklasslegum. Já. Kallum alltaf kóngastæðan alveg fremst. Alveg fremst.
og það er bara alveg myrkur og snjórstormur og svo erum við báðar að bakka út Já, ég veit hvað það var að segja. svo erum við báðar að bakka út og bara svona BOOM og ég er bara svona fuck og lapp út og þá sé ég Birtu svona hinum með við bara við eitthvað já, ok, ekki mál fórum bara inn í bílinn og keyrðum Við bara báðar bökkum út úr staðinum á sama tíma. Ákvarðara, lítur svo bara svona. Og bara, ok, fuck it, bye. okkur var báðum svo drullu saman Drullu sama. þú veist, kíktum ekki svona á hvort það var eitthvað að sjá á bílónum eða eitthvað, við vorum bara Nei. já, ok, þetta er bara þú, já, ok, gott Oh my god. það var svo fokkið fyndið, sko það var bara svona eitt look já, ok, förum heim Já, þetta er gott. svo Shit, hvað þú fyndi. Ég var búin að gleyma þessu. já, það Já. var svo gott, sko Hvað hérna, ok, farið svolítið. Ég ætla að fara svolítið svona, hvar hef ég unnið? bara heldina Eða það er svolítið erfitt. segja bara hvað er fyrsta vinna þín eða eitthvað Hvað er fyrsta vinnu mín? Hvað er fyrsta vinnu mín? fyrsta vinna þín, hvað varst þú að vinna þegar við kynnumst? Þú átt að vita, sko held ég. Já, veist, þú átt að vita. já, 6 Já, það ekki? rétt. Það er fyrsta vinnu mín. Já. Fyrir utan svona eitthvað úrlingavinni. já, nei, við erum ekki að taka Svona bara fyrsta vinnu mín, já. Var ég hérna, það í 6 já, fylgir hlutabúðinu 6, já. Fyrsta vinna þín. Er það bíóin? nei, Ekki? Bíti. Bíóin. ég og Hófi kynntust þar Í bakaríi? Já, ok. Ok, fæst þig. já, máttu Ok, takk. Ég vissi að vera bakarí. Já. Þú varst með mörg vingum okkar þar. Ekki? Jú. Ekki bara Hófi? Líka Írisi, eða nei? nei, ég vann aldrei með Írisi, nei Ok, en hún var saman bakarí? já, saman bakarí. Ok. ok, er ég með eitthvað ofnæmi? Úf. Vist, fyrir ákveðnum svona skincare-dóti, já. en er ég með eitthvað svona ofnæmi? Nei. Er það? já, Er það? Hvað? ég er ofnæmi fyrir kótíni Já, vorum að tala um þetta bara fyrir 2 dögum síðan. já, þess að sem er í Kódín. parkodín og eitthvað þannig. Já. þannig að þú er að vita þetta, sko Já, þú varst að segja þetta um daginn, ég skil ekki. ef ég lendi upp á spíl og það er að segja þeim að ég með ekki kóti, já, verður með eitthvað arbandi, ég er ekki með það Já, settu það á þig. það er ekki, ég er ekki búin að sækja um það eða eitthvað Ok. En ég? þú, ég held ekki ertu með eitthvað? Nei, neitt. nei, þú er bara mjög basic Já. þú er mjög heppin Ég var eitthvað myndi á læknum daginn og þau var svona, fór að fara yfir bara svona, hefur ekkert maður að fara í aðgerð? Nei. Hefur ekkert fyrir svæð? Nei. Hefur með eitthvað ánum við? Nei. Og þau voru bara svona, þú var bara fullkomlega hraust. Ég var það var ekkert að mér. Ok, svona þú var stig, ég fæ ekki stig. nei, Vá, ég sökka. þú verður að muna þetta, sko Ég sko að því ég líka, þetta pirrar með því að við vorum já, að ræða þetta. ég var skammaði fyrir utan daginn eða ekki Jú. ok Ok. Ég á að spyrja næsta, ekki? Ok, ertu tilbúin? Hvað er uppáhaldsliturinn minn? Þetta er svo erfið spurning. þetta er alveg frekar erfið spurning Já. Að því að þú veist, ok, eigum við að segja, ok, kategóriðar sem það er sniður. já, Uppáhaldslitur í klæðavali. þú ert alltaf bara í klæðavali Já, svörtu nei, ég held að það sé bara hár rétt. Það er frá hár rétt, sem það var stig. allar að setja þetta ok, þú Já. ætlar að segja hvítur um mér Ég ætla að segja svona hvítur að beisa þér. ok, Er það ekki rétt? jú, í klæðavali, jú Já. eða yfirleitt, en ég er bara Að því- mikið í mörgum litum í Já, sumar, að því til ég er með dæmis. marga uppáhaldsliti svona fyrir mismunandi hluti. Þú veist, svo bleikur leitin uppáhaldslitur mínum en ég er ekkert mikið að klæðast honum. nei, Skilur mig? en ég gera Ekkert mikið. uppáhaldslitur minn er eiginlega blár Já. Þú veist alveg mikið í bláu. mikið í bláu Já. Okay, ég er óslega basic bitch uppáhaldslitur blár, en var samt nýlega var það blár, sko Já, það er líka mál, þetta breytist. ég var alltaf greitt bara alltaf Já. svo núna er það eiginlega bara blár en já, Ok. er ég komin í það? Þú ert komið Já, undir 1 stig við komum til 10. Ég er að Ok. tapa. ok Verða ná þessi. Mér er fara að lítla, sko. ok, ég held að spyrja ég er samt ekki alveg viss með því en ég Ok, held að ok, við ok. bara að vita það í hvað skóst er að ég Ég held þú sérst í að fyrir, þú veist, þú ert í 39 í sumum en 38 sumum. það stendur á skólanum mínum alltaf Já, 39. nei 38? já. Damn. ég er yfirleitt 38 eiginlega aldrei 39, sko Nú, þá ertu ekkert með það stóran fót.
Ég hef aldrei sagt þessi með stórum fót. Nei, bara svona, ok, hvað ég er með stórt? Þú eru líkt 36 eða eitthvað. Nei, ég er yfirleitt í 37. Já. Ok. Þess að það er alltaf að tala um mig eins og ég sem er tiny ass fót. Þú ert með tiny ass fót, sko. Já, en þú veist, þá er engin munur, bara eitt, þú veist. Ég vissi ekki að þú er 37, ég held að 36. Já, svona 36 og eitthvað stundum. Já, ok, það er svona rétt að 36. Já, þú veist, þú mátt alveg fá rétt fyrir þetta. Það eru komin 10 stig sem við vann þetta. Ég vann. Ég er besta vinkonan. Nei, ég sver ég er ókslega góð vinkona. Já, þú ert það, jú. Ok, takk. Ég sver, en þú veist, þú ert líka bara eitthvað betri að vita svona random hluti. Já, við erum samt báðið með hræðilegt minni, sko. Já, fyrir utan það. Þannig að ég veit ekki alveg hvað gekk yfir með þig í dag. Þú erum svo gott minni í dag. Ég held að ég sé bara með betra minni en ég held, sko. Ég Já, man svona pottþétt. skrýtna hluti. Ég Já. man ekki sögur. Þú ert betri í sögunum, sko. Já, það er kannski rétt hjá þér. Það er kannski rétt hjá þér. En ég veim eftir að taka þetta aftur. Já. Svona þennan best friend tag og þá fáum við kannski fólki á Instagram til þess að hjálpa okkur að velja spurningar. Þannig að ég verð búin að vera að velja spurningar fljótar. Já. En allan, við vonum að þetta svona kynnti ykkur aðeins fyrir okkur og að þið fengur svona smá að kynnast okkur betur. Já, nákvæmlega. Hvað? Ekkert, þú sagði bara sama tvisar. Já. Ég vona bara að þið kynntist okkur. Og svo kynntist okkur líka. Og svo að kynnast okkur. Takk fyrir að nenna að kynnast okkur. Takk fyrir að kynnast. Æ, you know what I mean. Allan að fólk, fólk veit núna kannski aðeins meira um okkur. Já. Herru, þá sjáumst við bara í þátt númer 8. Það er crazy. It's crazy.